Nú eru liðnar nokkrar vikur frá því við opnuðum bráðalíflækningadeild með breyttu verklagi og það hefur gengið mjög vel og í rauninni framar okkar vonum. Þetta er náttúrulega stuttur tími en svona mælikvarðar sýna að við erum að ná okkar markmiðum með styttri biðtíma á bráðamóttöku og fólk er að útskrifast af bráðalíflækningadeildinni í önnur úrræði. Við getum komið í veg fyrir innlagnir í mörgum tilfellum. Og við viljum núna þróa þetta áfram og það sem við myndum svona vilja gera fljótlega og vonandi í haust er að innleiða svona stólameðferð þar sem að sjúklingar þeir leggjast þá ekki í rúm eða þeir þurfa ekki á því að halda og fá greiningu og meðferð í stól og geta þá farið heim og gist heima yfir nóttina og komið svo daginn eftir. Það er ekki gott fyrir fólk að leggjast í rúm, en sumir þurfa á því að halda, sannarlega. En fyrir til að mynda eldri einstakling sem er farin að missa færni, að leggjast í rúm kannski fleiri daga, að þá hrakar og fer færnin minnkandi mjög hratt og við viljum koma í veg fyrir það. Og svo viljum við líka gjarnan þróa svona frekari úrræði, eins og til að mynda sjúkrahúsið heim. Það sem ég sé fyrir mér að gerist næst er að fasi 2 er hinn svokallaða bráða göngudeild eða ambulatory care, þar sem getum tekið fólk inn hérna bæði í meðferðir og rannsóknir bara á fæti utan úr bæ, sent inn frá heimilislæknum eða göngu- og dagdeildum og svo þriðji fasinn sem ég finnst einna mest spennandi og það er sem sagt bráða heimasjúkrahúsið, að við búum reglulega bara til deild út í bæ, þar sem fólk getur lagst inn og fengið lyflæknis meðferð í heimahúsi. Þannig að þarna er í gengin stofugangur heima hjá þér af lækni og hjúkrunarfræðing. Og það er gríðarlega spennandi verkefni því að þar erum við ekki bundin þeim veggjum sem sjúkrahúsið er. Það getur raunverulega stækkað út í hið óendanlega án mikils tilskostnaðar og þetta held ég að vinni líka allt saman að sjálf greiningadeildin bráða göngudeildin og síðan spítalinn heimahúsi, allt þetta vinni saman til að mæta þörfum þess breiða hóps sjúklinga sem við höfum í dag.